Heilir og sælir áhorfendur góðir og hjartanlega velkomin í beina útsendingu á KA TV frá leik KA og Álftanes í Örnbrókundeild kvenna. Nú búið að kynna hérna liði gestana og eftir að búið að kynna heimaliðið þá getum við fara að byrja leikinn. Monsieur Julia, nummer 10 Lovisa, nummer 11 Amelia, nummer 16 Kannski ef við rennum létt yfir byrjunarliðin og byrjum á liðin og byrjum á gestaliðinu. Þá nummer 2 Ninna Rún, fyrirverandi KA-kona, nummer 4 Katrín Sara, nummer 5 Nicole Hanna, nummer 7 Maria, nummer 8 Nera, nummer 9 Isabella, nummer 10 Jenny, nummer 12 Margrét, nummer 13 Matthildur, nummer 14 Ísleti, nummer 20 Sunna Katrín. Og ef við förum létt yfir heimalið okkar kæra þá nummer 2 Heiðrún Júlía, nummer 5 Pála, nummer 6 Diljá Mist, nummer 7 Júlía, nummer 8 Lilja Kristín, nummer 10 Lovisa Rut, nummer 11 Amelia Ír, nummer 12 Rakel, nummer 14 Þórhildur Lilja, nummer 15 Annika, nummer 16 Auður, nummer 17 Arnrún, nummer 18 Lilja Rut og nummer 19 Lúcia. Já, ég held að sé allt saman tilbúið til þess að fara að byrja leikinn. Þetta fyrsti deildarleikur kvennaliðsins okkar núna á tímabilinu en þær spiluðu einn leik núna daginn og unnu meistarana þegar spiluðu skemmtilega leika móti Aftureldingu í Mosfellsbæ. Þannig að frábær byrjun á tímabilinu og vonandi heldur þetta bara áfram að ganga vel. Álftanes byrjar í uppgjöf, fín móttaka hjá KA þarna og Júlía bergar yfir. Og vel redda hérna hjá KA-stelpum hjá Arnrúnu og það kemur Júlía og hamrar þennan niður. Læsilega gert hjá Júlíu. Smá hérna óringi í fyrstu sókninni hjá KA en hérna svo kom Júlía bara og neldi boltanum í gólfið. Þá Amelia komin í uppgjöf. Fína bolta yfir móttakana, aðeins strembir hérna hjá Álftanesi og KA fær stigið. Flott uppgjöf hjá Amelíu. Og svona ekki alveg vissað í móttökunni hvernig hún ætlar að taka móti boltanum og endaði svona. Amelía heldur áfram. Þessi aðeins of langur. Flaut þarna yfir allan völlinn og Álftanes lét hann fara út af. Það kemur Álftanes með uppgjöfuna, fín móttaka hjá Júlíu og miðjuspil og Lovisa slæðir hérna djúpt inn á völlinn. Flott stig hérna hjá KA. Góð móttaka, gott spil og gott smess á miðjunni. Þá Júlía komin í uppgjöf. En hérna ákveðis móttaka hérna hjá Álftanesi og þarna var hann Nicole sem að sló og svo það Lúcia sem að slær og þær ná ekki að verðast þessu í Álftanesi. Lúcia ný leikmaður sem kom til Akureyrar, kom til KA núna í vetur. Það verður mjög spennandi að fylgjast með henni. Fyllir hérna upp í kantstöðuna hjá KA. Já, flott uppgjöf hérna hjá Júlíu. Erfiðar uppgjöf frá henni oft, þannig að hérna, þetta verður óbyggilega bras núna hjá þeim að ná góðri sókn eftir þessar uppgjöfur hjá henni. Já, KA-stelpurnar byrja nokkuð örugt en Álftanes í pínu vandræðum og passandi hjá þeim. Kemur Lovisa, vel bjarga hana hjá þeim en hann ná ekki að ná honum upp alveg. Nei. Vel gert. Lovisa byrjar mjög vel og þá tekur Álftanes leikhlé í stöðunni 6-1 fyrir KA. Mjög góð byrjun hérna hjá KA. Og þær virðast vera bara alveg til í þetta nýja tímabil.
í önnum Brókandildinni. Já, byrja mjög sterkt K.A.-stelpur, norðanstelpur. Mjög gott að byrja með tímabilið svona bara á fullum krafti, ekki gefa neitt eftir. Nei. Líkt og strákaliðið gerði hérna fyrir dag móti vestra. Hörku leikur sem var hérna áðan, K.A. vestri, endaði 3-0 fyrir K.A. Vonandi að K.A.-stelpurnar geta bara fyllt í eftir og tekið 3-0. Það væri frábær dagur. En Júlía heldur áfram í uppgjöf. Og þarna aftur erfið móttaka. Vel gert þarna. Það ná ekki bergað þessu, en hetjuleg barátta enga síður. Já. Og hérna. Þetta er hörku byrjun hjá Júlíu, hún skorar nokkuð stig úr uppgjöf. Aftur erfið móttaka, Lófus að kemur þessu upp hérna á Amelíu og svo er það Pála og slær línu og það er ná ekki að verðast þessu á Álftanesi. Og verðast þessu ekki svo auðvitað. Ný. Virkilega vel gert þarna hjá K.A.-stelpum. Júlía heldur áfram. Já, góð móttaka núna hjá Álftanesi og það er slá hérna kross, vel gert. Flott smassanna hjá hann eru. Já. Virkilega vel slegið. Hún skoraði svolítið mikið fyrir Álftanes einmitt í fyrra. Þannig að það er nauðsynlegt fyrir þær að hún detti í gang. Já. Það ná að losa þá aðeins þennan hnút sem voru konar í. Og en klúra svo uppgjöfunni þannig að K.A. fær boltann aftur og getur haldið áfram. Það er Lófus komin í uppgjöf. Fýll bolti og góð móttaka hérna hjá Álftanesi. Svo kemur Smas og Amelía spilar aftur á Pálu. Þessi fór út, aðeins og langur boltinn frá Pálu þarna. Fín tilraun enga síður, hérna að reyna að taka hraðan bolt aftur fyrir Pálu. Það var að neyra með uppgjöfina, Arnson tekur á móti og Pála aftur. Gefum hann léttan yfir en það er ná ekki að bjarga þessu. Þessi lenti á svona erfiðu svæðu vellinum, það þurfti að henda sig fyrir boltan til að ná honum upp. Það hefur sennilega getað gert betur samt. Maður vildi alltaf gera aðeins betur. Já. Pála slær hann nánast standandi, þannig að spurning hvort að þær hefði ekki getað verið aðeins meira vakandi fyrir þessu og náð honum. Pála komin í uppgjöf. Góð uppgjöf hjá Pálu þarna. Álftanes er að bjarga þessu samt. Nicole slær, flott vörn hann þegar Lúsíu. Og kemur Júlía bara þarna. Já. Klárar þetta. Það var gott að hafa svona leikmann eins og Júlíu og hendi boltanum bara eitthvað upp og hún muni örugglega skora úr því. Þetta var flott vörn hann þegar Lúsíu. Hendi sér í gólfið og bergaði boltanum vel. Og Pála heldur áfram í uppgjöf. Þessi er aðeins svo langur Jóni. Já. Það er kannski ekki vera mjög margar svona uppgjöfur sem að fara forgörum en þetta er innan skekkjumarka eins og er. Þá kemur Nicole í uppgjöf fyrir Álftanes. Arnum tekur á móti og svo kemur Lauma. Já. Flott Lauma hérna hjá Amelíu. Það byggur sennilega við að hún myndi spila á miðjunni eða spila á eitthvað annan en sendi boltan bara beint yfir. Hún að bíða spennt eftir þessu tækifæri frá að leikurinn byrjaði.
Lúcia fer svo í uppgjör núna. Lúcia er nýr leikmaður í KA-liðinu sem kemur frá Þrótti Fjarðabyggð og hendir einn ás hérna. Virkilega vel gert. Dettur á línuna. Fyrsta uppgjöfin á KA-heimilinu og það er ás. Það er fín byrjun. Það er fín byrjun. KA leiðir þá 13-4. Mjög sterk byrjun hjá þeim. Góð móttakan hjá Álftanes samt. Kemur nýra á afturlínunni. Rakel vestur svo vel. Smá misskilningur þarna hjá þeim. KA. En hann á að bjarga þessu. Kemur Lúcia á afturlínunni. Já. Það bjarga þessu áfram Álftanes. Þá kemur nýra. Setur hann djúpt og hæsir úti. Já, fín skorpað þarna og hérna endaði með stíi hjá KA. Það gerir KA tvöfaldaskiptingu. Pála og Amelía fara út af og Heiðrún og Lilja Rut koma inn á. Já, við munum örugglega sjá mikið þessi vetur og einnig ég var ekki búinn að taka eftir því en Rakel er komin inn á. Já. Sem lípur á hjá KA-liðinu. Matti var alltaf greinilega að skipta þeim svolítið. Aðeins og langur hjá hann þessi. Já. Já, við sáum ekki leiknum á mig hjá kallaliðinu að þeir voru, Matti og Júlía voru óhrætt við að skipta inn á og leyfðu öllum að spreyta sig í leiknum. Það er að gera það líka núna. Já. Góðu uppgjöf hérna, Júlía bergar þessu. Mjög góð bolti á Lilju, kemur Heiðrún setur hann yfir. Álftanes verst, kemur Álftanes, góð blokk hérna. Annar hár bolti. Það spila vel úr þessu KA-stelpur, góð vörn. Aðeins og langur. Júlíana næsti á reddónum. Já. Aðeins og langur á Lilju hérna. Greinilega vissi ekki alveg, hún er búin að vera svo mikið í ræktinni. Akkurat. (14:6) Katrín uppgjöf, setur hann í netið. Þetta getur verið dýrt eins og við vorum að tala í leiknum áðan. Getur verið dýrt þegar þú veist að svona mikið undir að setja klúra uppgjöfum. Já, það er það. Auður kemur hérna með góða uppgjöf, fín móttaka. Frábær móttaka, hún laumar. Já, vel gert KA nær þessu, Lilja nær þessu. Kemur Heiðrún, setur í blokkina. Góður bolti, góður síðan sé Álftanes. Setur í blokkina og Júlía setur hann beint yfir. Það er rætt þessu samt. Koma boltanum bara yfir núna. Kemur Heiðrún. Fínt. Álftanes var þetta auðveldan yfir. KA vest þessu. Hún laumar. Auður náði hann ekki alveg. Ef það gengur ekki að lauma í fyrsta skipti þá laumar hann bara aftur og það gengur oft. Já, það var lengur skorpa þarna. Hvorugt liðið náði að skapa sér góða sóknarna en endarinn fekk Álftanes stíð. Ára Ísbelja sem að gefur upp. Og Júlía slær út. Fastur út. Tvö stig í Álftanesi. Staðan er þá 15-8. KA leiðir hann þá. Þessi úti. Svo langur, já. Og þá gerir KA aftur tvöfalda skiptingu. Amelía og Pála komi inn fyrir Heiðrúnu og Lilju Rut. Og Amelía fer í uppgjöf. Já. Við vitum að hún er mjög góð í uppgjöfum. Sjáum hvað hún gerir núna. Fínn bolti frá Amelíu. Álftanes þarf að spila háan bolta. Það verjast þessu.
ná að redda þessu, kemur Júlía, smá misskilningur á milli þeirra, Júlíu og Lovísu þarna, Já, setja boltan í netið. smá samskiptaleysi þarna. Góð móttaka hann á Júlíu, kemur á Pálu, Pála Já. setur hann hann á. Álftanes nær ekki að verjast þessu, Nei, snyrtilega gert hjá Pálu, setur líbróin, Álftanes í óþægilega stöðu. já, hún Ísledi var fór aðeins í boltan og en náði ekki að verjast nægilega vel. Kemur Júlía í uppgjöf, fín uppgjöf á Júlíu. Kemur Nera hjá Álftanesi og þessi er inni í hornið, virkilega vel slegið á Neru þarna. Það var flott smass. Og leita svolítið að henni. Kannski eðlilegt. Hún hefur verið að skila vel fyrir Álftanes í fyrra. Það þurfa hann að halda núna líka. Góð uppgjöf þarna en góð móttaka. Lofís var að lauma. Kemur Álftanes, vel slegið, Amelía vel þetta ver. Kemur Pála, það er verjast og hann fer upp í loftið. Vel slegið hérna hjá Pálu. Já, þarna var Arnrún sem að varðist vel. Lofís fer þá í uppgjöf og hvít bolti hjá henni. Það var að Neyra fyrir Álftanes af blokkinu og Pála bjargar. Svo kemur Júlía á afturlínunni. Sker hann aðeins út. Það er svo mikið. Komst fram hjá blokkinu en fór aðeins svo langt til hliðar og út af. Það var að Neyra í uppgjöf hjá Álftanesi. Arnrún verst, það tekur á móti, já. Pála setur hann yfir. Og það er komunum hérna yfir. Kemur auðveldi bolt tilbaka á hvað gerir Káa. Kemur Lúcia, fast mass, vel varðist í Álftanesi. Það spila háum bolti að. Það þurfa að verjast þessu, ná að redda þessu, kemur Pála. Komur sér yfir, já, já. Þarna komur hann yfir og svo er það aftur Pála. Þarna klárar hann þetta. Já, já, já. Vel gert hjá Pálu þarna. Virkilega vel gert hjá Álftanesi líka. Þó að Káa væri að pressa mikið á þér, hann náður alltaf að koma boltanum í erfiða stöðu fyrir Káa. Já. Og Pála fer þá í uppgjöf. Fýt bolti, ákveðis móttaka. Það er Neyra aftur. Þessi er úti, sennilega, já. Þeir voru sammála með það. Það var úti þessi. Pála heldur áfram, þetta gengur fínt hjá Káa, 20-11. Þarna er smá misskilningur í Vitlaus sendiröð hjá Álftanes stelpunum, standa vitlaust. Stóðu vitlaust í móttökunni. Það þýðir einfaldlega að Káa fær stig. Pála, góðu bolti á Pálu en góð móttaka hjá Álftanesi. spila þarna inn á miðjuna. Og vel slegið hérna hjá Katrínu Söru sem er búin að vera að spila hjá Þrótti Reykjavík síðustu ár. Flutti sig yfir í Álftanes fyrir þetta tímabil. Virkilega vel slegið hjá henni. Já, það var fínt smass. Fín móttaka, en Júlía gerir vel. Kemur Pála í afturlínunni. Góð vörnin hjá Neru. Káan er að spila þessu. Kemur Lúcia.
setur einfaldan yfir. Og það virðist duga, já. – 22-12 fyrir Káa. Já. Káa með öll völd á leiknum. Álftanes hefur ekki alveg náð sér á strik. Og maður hefur svo sem oft séð Káa líka spila betur heldur en gera núna. En þetta nóg. Já, já. Góð móttaka þarna. Smá reglingum við neti. Það bjarga þessu. Kemur auðveldi bolti yfir. Já, vel gert á Auði þarna. Já, já. Amelía lét bara vaða að spila Auði í erfiðri stöðu og það virkaði. Já, já. Þetta er þá fyrsta stig Auðar í leiknum held ég. Og þá er Lúcia komin í uppgjöf. Skoraði einn ás áðan, hvað gerur hún núna? Hörkuðu bolti hjá henni, góð móttaka hjá Álftanesi. Katrín Sara spilar reynslu þarna, ítir honum bara í hornið, það er enginn þarna. Þetta var vel gert. Finna bara svæðið á vellinum þess að enginn er og koma boltana þangað inn á. Álftanes gerir svo skiptingu hérna og Jenny Lilja kemur inn á í staðinn fyrir Margréti, sýndist mér þetta vera. Katrín Sara komin í uppgjöf. Arnum tekur á móti. Góð móttaka á miðjuna, Auður, já, þarna er já. Auður mætt, slær bara yfir blokkinn og niður. Virkilega gott stig hérna. Hún er svo hátt uppi og svo hávaxin, hún Auður. Hún fekk hæðina frá mömmu sinni. Hún fer svo í uppgjöf núna. Já, já, já. Já, það er ás hjá henni. Vel gert. Frábært. Gott að enda rinnuna á einum ás. Já. Bara eins og í fyrir leiknum. Akkurat. Enda fyrst rinnuna á einum ás. Þetta var flott rinna hjá Káa. Þær voru með völdin allan tíman og engin vandamál. Nú er bara spurning að halda áfram og sigla þessu bara áfram í næstu rinnu líka. Ætluðum að reyna að vera rosa tæknilegir og vera sína frá tölfræðu eitthvað en það eru tæknilegur örðuleikar hann hjá okkur. Já. En við getum svo sem farið létti yfir þetta. Káa skorar 10 stig úr smössum á móti 4 hjá Álftanesi. 4 ásar Káa á móti 0 og 1 laumustig Káa á móti 2 hjá Álftanesi. Voru engin blokkstig í leiknum. Nei. En hins vegar gerir Káa 8 mistök á móti 6 hjá Álftanesi. En það virtist ekki breyta neinu. Nei, akkurat. Þetta var bara mjög öruggt allar hrinuna og hérna ekki svo sem mikið við það að bæta. Og Pála endaði með 4 stig í leiknum og Júlia 3. Auður 3 einnig. Já. Já, gestaliðinu var Katrín Sara með 2 og Nera með 2 stig. En liðin að gera þessi klár til þess að byrja seinni hrinuna. Hrinu númer 2. Akkurat. Og í þessum töluðu orðum þá er Káa
alveg við að sigla heim bikarnum í fótboltanum. Síðustu sekúndurnar að klárast þar. Já, ef að við byrjumst afsökunar á því, við virkum aðeins hérna utan á okkur, en það er góð ástæða fyrir því. Ég held að KR sé bara í þessum töluðu orðum að sigla þessu heim. Örfáar sekúndur sennilega eftir á leiknum á Laugardalsvellinum. En við skulum reyna að halda fókusunum hérna á blakleiknum. Hann þegar að byrja hérna eftir andartak. Já, við hérna Amelía er klárið að hefja hérna hreiðrun númer 2. Engar breytingar að sjá hjá hvoru liðinu. Einhver smá reikistjarna hérna á ritaraborðinu. Já. Aðeins verið að laga eitthvað aðeins hérna inn í ritaraborðinu. Tæknin kannski eitthvað að stríða fólkinu þarna, ég veit það ekki. Það kemur fyrir á bestu bæjum. Jó, það er rétt. Tæknilega örðuleikar. Já, þá er allt saman til reiðu síns mér og Amelía er klár. Og kemur frá henni, fínn bolti. Og þá er hann Eira fyrir Álftanes og hún skorar fyrstu stigin hérna í annarri hrinu. Fínt smass hjá henni. Gerðu vel hérna. Þá verður það hún Margrét sem er komin í uppgjöf fyrir Álftanes. Júlía tekur á móti. Svo er það Lilja Þórhildur Lilja. Þórhildur Lilja fyrirgjöðu sem á skorar hérna. Já, virkilega vel gert hjá henni. Boltinn fer þarna aðeins í strenginn en yfir og stig fyrir KA. Og þá Það er fréttir að segja frá því að KA var að skora annað mark og var því að klára leikinn gjörsamlega. KA fótboltinn árið bikarmeistari í svolítið langt síðan síðast. Fyrsta skipti held ég. Já, svoleið kannski. Já, fjórðu tilraun en já. Óska þeim innilega til hamingju með það vel af staðið. Já. Á sama tíma þá er KA að skora hérna í okkar leik. Pála með virkilega snirtilega laumu. Já, vel gert hjá henni. Frá hjá blokkinni. Nú getum við reynt að hafa smá fókus á leiknum sem er hérna fram að okkur, ekki það sem er að gerast í Reykjavík. Akkurat, Júlía gefur upp hérna. Fínn bolti, góð móttaka. Þá var hann Eira aftur og fín blokk hjá Þórhildi. Þórhildur Lilja stimplað sig vel inn í leikinn núna. Komum með 2 stig bara strax. 2 stig af 3 sem KA hefur skorað. Júlía heldur áfram. Og þá hefur búið að flauta leikinn af KA bikarmeistari. Og ásjá Júlíu í kjölfarið. Já, þetta er mikið fagnaðarefni hérna fyrir KA, fótboltan. En höldum að fara Eira kemur boltan hérna yfir Arnún á Amelíu og svo er það Lúcia sem að slær. Já. Frábært smass. Virkilega vel gert þarna hjá Lúciu. Þetta var frábært spil hjá þeim stelpunum. Og Álftanes tekur leikhlé í stöðunni 5-1 fyrir KA. Já, gaman að sjá Lúciu. Hún byrjar þetta mjög vel hérna.
Já, það gengur hálf illa hjá Álftanes stelpunum. Það virðast ekkert ráðið við KA stelpunar sem bara líta virkilega vel út, verð ég að segja. En verður áhugavert að sjá hvernig tímabili verður á þeim. Já, en ásamt því að Lúcia kom hérna til okkar núna í haust að þá eru einhver fleiri sem að hafa best í hópinn. Já, ungar og efnilegar KA stelpur að koma upp. Þannig að hópurinn stækkar og stækkar alltaf. Ég held að Matthúa hafi alltaf 16 stelpur til að velja úr fyrir hvern leik. Já. Þannig að það er erfitt fyrir hann. Akkurat. Júlía heldur áfram. Frábær uppgjöf. Góð móttaka líka. Og Nicole slær. Góð vörðan hjá Arnrúnu. Kemur Pála. Setur hann djúpt. En Álftanes verst þessu. Aftur yfir. Lúcia tekur á móti. Það er verst og... Kemur Júlía. Ó, þessi er rétt úti. Svo langur. En mjög vel gert. Enga síður. Já. 5-2 fyrir KA. Álftanes gefur hérna upp. Það er Matthildur sem er í uppgjöf. Arnrún tekur á móti, vel gert. Skilja góð móttaka. Og hérna reyna þær. Flókið kannski, en að gera að reyna þetta. Það er að reyna. Spila hérna aftur á bak á Þórhildi Lilju, það gekk ekki, en Matthildur heldur áfram í uppgjöf. Först uppgjöf og það var ás. Já. Virkilega góð uppgjöf hérna hjá henni. Matthildi. Þessi hennar fyrsta stig í leiknum þá. Önnur góð uppgjöf. Þessi er pínu vandræðum. Arnrún bjargar þessu. Óhefnar, þessi fór út fyrir andununa. Vitleysum einn, en hitfjöli baráttu þarna hjá KA. Arnrún fór þarna og valtaði yfir auglýsingaspjöldin og gerði allt sem hún gat. Rúlar þarna yfir íslensk verðbréf. Akkurat. Og áfram heldur Álftanes í uppgjöf. Góð móttaka hjá Júlíu. Kemur Pála, hár bolti á henni og setur hann þarna niður. Erfitt að verjast honum þarna. Já. Neyran fór hann aðeins í boltan en þetta var bara fast. Pála kom með 2 stig í hrinunni. Kemur Þórhildur Lilja í uppgjöf. Og fín uppgjöf hérna, smá miskilningur hjá Álftanes með konum, en það reddi þessu. Nicole. Fast smass yfir. Kemur Lúcia og setur hann í hornið. Virkilega vel slegið hann hjá henni. Já. Bara yfir blokkina. KA-liðið virkar bara mjög vel manna því ég held að þessi engar stöður sem er ekki hægt að fylla með einhverjum virkilega góðan leikmönnum. Ég held að KA sé vel sett fyrir tímabilið. Þessi fór netið. Góð blanda af leikmönnum sem eru með reynslu og ungum líka. Klárlega. Það er gaman að fylgjast með þeim í vetur. Eins og bara flest öllum öðrum liðum held ég. Já. Mjög spennandi tímabil framundan. Fín uppgjöf hjá Neru. Pála gerir vel. Pála fær boltinn aftur. Gott smass. En ennþá betri vörn. Já, vel gert. Það kemur Álftanes og Pála setur hann yfir aftur. Það kemur Nera og setur hann í andununa. Já. Fín barátta þarna. 8-6 fyrir KA. Þetta lítur aðeins betur út fyrir Álftanes heldur en fyrsta hrinna var. Já. Pála kom inn í uppgjöf. Fín uppgjöf á Pála hana. Þessi er úti, rétt úti. KA má kannski ekki mikið við því að gera of mörg mistök og hleypa Álftanesi inn í leikinn. Einmitt. Það veri óþægilega mörg mistök þessar hrinnu.
er Nicole sem að gefur upp. Fín móttaka hjá Arnrún, hann kemur Lovísa. Já. Slær í líbróin og út. Mjög vel gert hann hjá Lovísu. Þá er Lúcia komin í uppgjöf. Fín uppgjöf og það er reddað þessu hérna. Svolítið langur. Og Júlía, já. Hamrar hann niður. Það var bara of fast fyrir líbróin. Já. Og fast bara fyrir flesta held ég sko. En þá 10-7 og Álftanes tekur leikhlé. Aðeins reyna að skerpa á hlutunum aftur. Það voru konar svolítið í gang á það en hefur svona aðeins hægst á þeim. Já, það voru konar hérna búin að jafna í 5-5 áðan og hérna svo hefur þetta aðeins dottið aftur niður. Spurning hvað hann er að segja við þær, setja upp eitthvað leikplan fyrir þær. Svo sem er rosa erfitt að setja upp eitthvað plan til að finna veika hlekki hjá KA-liðinu. Þetta er mjög sterkt lið sem KA er með. En klárlega þurfa þær í Álftanesi að reyna að koma miðjunum sínum aðeins inn í leikinn til að opna netið aðeins meira. Já. Lúcia heldur áfram í uppgjöf. Góð uppgjöf þarna, góð móttaka. Kemur miðja, hægverast þessu. Setja hann yfir. Amelia þarf að spila um bakker. Kemur Pála, setur í blokkina. Já. Pála hefur sennilega farið þarna aðeins yfir línuna þegar hún sló áðan. Já. Og hérna, ekkert við því að gera. Álftanes fyrir stigið. Já, hún er í afturlínu þannig að hún verður að passa sig á þessu. Það er nýbúið að tekna nýja línur hérna í KA heimilið þannig að það er kannski erfitt að verðast þessu. Þarna er bara Ás. Já, Álftanesi. Katrín Sara neglir niður hérna Ás. Það var enginn tilbúinn til að taka móti þessu bolta hinum megin. Mikill stemming greinilega í þessu Álftanes liði. Já. Það fagnar hverju stigi eins og það sé að síðasta. 10-9. Og setja hennar í netið. Já. Það kemur Þórhildur Lilja aftur í framlínuna. Og Lovísa fer að gefa upp. Góður bolti á Lovísu. Þetta er að spila hennan Neru. KA vest þessu, kemur Júlía. Hamrar hann en frábær vörn hérna hjá Álftanesi. KA vest vel hérna á þessu. Kemur Júlía aftur. Hægverðast þessu aftur. Og Amelia laumar. Það er bara að klára þetta. Komið nóg að þessu. Já. Júlía, þú fær ekki fyrir bolta, ég ger þetta bara sjálf. Það er alltaf vörðist vel hérna. Virkilega vel varist hjá báðum liðum. Já. Það er ekkert auðvelt að verja þessu förstu smörs frá Júlíu. Nei. Lovísa heldur áfram. Fín uppgjörn á Lovísu. Álftanes, KA kemur, fast mass, aftur verjað frá Júlíu. Kemur Nera. Vel slegið en góð vörn hjá Lovísu og tilbúinn. Lúcia og önnur vörn. Já. Og frábær blokki á Þórhildi aftur. Vel gert. Já, það gefast ekkert upp. Álftanesingarnir. Fín vörn hjá þeim en þetta duði ekki til. Og þá gerir Álftanes breytingu. Ninna Rún að koma inn fyrir Neru. Ninna ætti nú að þekkja hennar völl nokkuð vel. Spilaði með KA í mörg ár. Yngri flokkum og í meistaraflokk.
Og kemur Lovísa. Þessi er inni. Já, hann datt inn þessi. Það voru aðeins svo fljótar á sér að segja að hann væri úti. Þetta er búið að vera fín skorpa eftir að Lovísa fór í uppgjöf. Það verður góður uppgjafur úr Lovísu. Það gerur hún nú. Fastur bolti. Vel gert. Það er ná að redda þessu samt. Nei, þetta er ólíkinn. Vel gert. Og Júlía aðeins að stuttubolti. Það er bjargað þessu, nei. Júlía bara laumar honum. Þetta er alveg hetjuleg barátta þarna hjá þeim í Álftanesi en hérna duði ekki til í þetta skipti. Aftur veltaði niður íslensku verðbréfum. Það er greinilega eitthvað illa við íslensk verðbréf. Þetta er skrítið. Skil ekki okkur eitthvað illa við það. Já. Lovísa heldur á. Lovísa. Fastur bolti aftur. Já, það er ás. Það ná ekki að verðast þessu. Nei, vel gert. Lovísa er alveg hérna á eldi. Já, það er búin að koma 2 í röð þarna alveg. Mjög góðar uppgjafur hjá henni. Og Álftanes gerir aðra breytingu. Jenny Lilja að koma inn á fyrir Nicole. Já, 16-9 fyrir KA og Lovísa heldur áfram í uppgjöf. Sjáum hvað hann gerir núna, hvort það komið önnur först. Nei, þessi er bara örugg yfir. Það er eitthvað smá erfiðleikum með þetta hérna á Álftanesi. Og þarna kemur bara auðveldi bolti yfir en endar í gólfinu. Þarna var það hún Margrét. Kom honum bara inn á mitt gólfið og það var enginn. Skýmsamt hjá henni, slá í áttina. Það er ás. Ísbelía. Arnur náður nú næstu því. Já. En næstu því er ekki nóg. Nei, það er rétt. Lenti hérna ofanlega á netinu og lak yfir. Sjáum hvað hann gerir núna. Júlía tekur hann. Og Þórhildur Lilja, já, vel gert. Og aftur Margrét, já, góð blokk hérna. Kemur Ninna, setur henni á Amelíu. Það er Arnur að spila upp. Kemur Pála. Ræðislegi hjá Pálu hérna. Kemur Ninna. Já, þetta var 4. Sýndist mér. Já. Kom ekki snerting hérna úr blokkinni frá KA. Þórhildur Lilja búin að vera að spila virkilega vel síðan hún kom inn á. Búin að ná að snerta marga bolt í blokk og ná einhvern stigum líka í blokk. Þannig hún er að skila sinni vinnu mjög vel. Amelía með góða uppgjöf. Þarna er Amelía sem við þekkjum. Erfitt svif á þessum bolta. Ísleiti náði ekki að taka mótið þessu. Kemur skipting hjá KA. Heiðrún kemur inn á fyrir Pálu í díóstöðuna. Amelía heldur áfram uppgjöfinni. Góð uppgjöf Amelíu hérna. Það bjargar þessu. Rettar þessu, setja hann yfir, háan. Þá er KA allan séns. Kemur Heiðrún. Alltaf eins og verst þessu. Setja hann yfir, góð vörn á Lúþíu. Kemur Júlía, setur hann í blokkina. Og fastur boltið þarna í hornið og 1. Mjög vel gert. Gaman að sjá KA-liðið spila. Þær eru að spila mjög fjölbreytt, nota alls konar. Spila í pipe 4-2 á miðjuna. Það eru að opna netið mjög mikið. Erfitt fyrir Álftanesliðið. Þá kemur Amelía og setur hann í netið. Já, og það er líka, maður sér líka þegar þeir eru að spila eins og núna áðan hérna í pipe og þá var nánast engin blokka því það er að vissi enginn hvað var að gerast og það er akkurat það sem við vilja. Það var Margrét sem gefur upp. Þessi er á langur, já.
kemur Rakel inn á í staðinn fyrir Arnrúnu og mér finnst að Annika vera að koma inn á í staðinn fyrir Júlíu. Þau beint í uppgjöf. Annika spilaði stórt hlutverk í liðinu í fyrra. Og hérna. Við erum sennilega aðeins minna núna með tilkomu Lúþíu í liðið. En hún svo sem er ung og mörgar eftir blaki. Klálega á hörku uppgjöf þarna. Álftanes bjargar þessu. Og Ninna slær út. Rétt út í þessi. Það var ekki mikið. Það var eins og að Káa sé að sigla þessu inn í hús. Annika heldur áfram uppgjöf. 21-12. Káa vil. En Annika er þekkt fyrir að gefa mjög góður uppgjafir. Góð bolti, góð móttaka hjá Álftanesi. Sem er að lauma honum yfir. Já, seiling á U-spilaran, mista hann yfir, hún hoppaði upp og spilaði upp og er í afturlínu. Og hann gerir Káa skiptingu. Amelie út á, Lilja inn og sama tíma gerir Álftanes skiptingu. Margrét kemur út af og Sunna Katrín kemur inn. Það bæði lið á rótera svolítið í þessari hrinu. Lega á mörgum að spila. Já, það er aðeins verið að fara hérna yfir hlutina á dómaraborðinu. Rittaraborðinu. En við höldum áfram. Annika er ennþá í uppgjöf. Þriðja uppgjöfin. Góð móttaka hérna hjá Álftanesi. Rakel berst vel. Kemur Heiðrún. Og það er búið að dæma net á Jenny sem var að koma inn á það ekki. Jú, Jenny Lilja. Það er Lilju nafni nú orðið ansi útbreytt í blækinu. Þetta eru hálfflóki sko. Maður getur eiginlega alltaf sagt Lilja, það er örugglega rétt. Áfram heldur Annika í uppgjöf. 23-12. Flott uppgjöf. Já, vel gert. Það er ás hjá Anniku. Þá er önnur skipting hérna hjá Káa. Lúcia fer út af og Lilja, Kristín, kemur inn á. Þá eru það 3 Liljurnar inn á hjá Káa. Já, algjört lágmark. Og bara ein hjá Álftanesi. Það er kannski sem skilur liðin að. Það er kannski Liljunafnið. Akkurat. Flott uppgjöf. 24-12. Og þá var það Jenny kemur á boltanum yfir. Lilja spilar upp á Þórhöldi Lilju. Og laumar og skorar. Laumar hann miðja völlin og það er stig. Já, Káa vinnur þessa hrinu 25-12. Og það var ekki nema bara hérna rétt kannski í byrjun þar sem að Álftanes var gekk í Káa og stöðun í 5-5 minni með eitthvað fleis og svo kom ágætis rispa hjá Káa sem að stakk þar af. En hérna það er meira blak eftir. Það er meira blak eftir og ef við förum yfir hver er búinn að skora þá er Julia og Pála báðar með 6 stig. Lúcia fylgir hart eftir með 5. Þórhildur Lilja sem spilaði bara þessa hrinu með 4 stig. Já, frábært. Eins og Lovísa Rut einnig. Og ef við skoðum gestaliðið þá er Katrín Sara komið með 3, Nera 3 og Isabelja komið með 2 stig. Það er ekki gengið nægilega vel hjá Álftanes liðinu. Það er ekki alveg ná að sækja stigin, það eru búin að verjast virkilega vel allan leikinn og sérstaklega þessar hrinu voru að verjast rosa mikið. Óheppna stundum að ná ekki að breyta vörnunum í stig. Já, og á þessum köflum þar sem það voru að verjast hvað best á svona náðu þeir að halda aðeins í við Káa en svo komum bara svona rispur þar sem að Lovísa var í uppgjöf og svona núna í lokið þegar Annika var í uppgjöf að þá hérna já, komust stigin bara á færibandi frá Káa. Akkurat.
Þessi leikur nú fara svona kannski svolítið eins og maður hefði reiknað með að byrja með, eða sko upp á það að KR sé að vinna hann, en svolítið stærra heldur en ég hefði reiknað með. Já, það oft bara svona svolítið gæða munur á sérstaklega hérna kantspílarum hjá KA. Júlía, Lúcia, Pála, þetta það geta þær skorað stig nánast bara þegar þeim sýnist sko, en hérna. Akkurat. En svo meira blagg á morgun, þá kemur Hamar í heimsókn, kallalið Hamars, spila við KA. Það verður ábyggilega hörkuleikur. En KA gerir eina breytingu núna fyrir þessa hreinu. Diljá Mist kemur inn á og spilar á miðunni. Þá þriðja miðjan sem að spilar. Já. Ætli það sé ekki þá Auður sem spilar á mótinni. Þriðja miðjan, já. Þriðja. Fjórða miðjan sem spilar. Já. Lófisa heldur komin eitthvað aðeins á bekki núna. Já, og vel slegið hérna hjá Pálu. Flott byrjun hérna. Það gengur einhvern veginn allt upp hjá KA-liðinu. Ég sé að KA hefur gert líka aðra breytingu, að Pála komin í stöðu kantsmassara og Lúcia orðin Díó. Já, gaman að sjá hvernig það verður. Kalli Sara, hún laumar, vel gert hjá Amelíu þarna, hún að bjarga þessu. Já. Og svo laumar hann bara aftur og skorar. Skulum kalla hana Ardrúnu, en hérna þetta var vel gert. Já, það er rétt. En hérna það döði ekki til, þannig að núna Margrét komin í uppgjöf fyrir Álftanes. Júlía með flotta móttöku. Þarna Lúcia, já, vel gert. Það bjargaði þessu, koma boltanum ekki yfir. Þetta var nú vandrarlegt. Ætlaði sér aðeins svo mikið þarna held ég. Já. Það var að Lúcia, nei, Júlía. Júlía, kallar hana Júlíu. Kallum hana Júlíu, já. Þeir hérna yfirgjöf. Góð yfirgjöf, hérna góð móttaka í Álftanesi. Kemur Katrín Sara á, góð vörn hjá Ardrúnu þarna. Já, þarna var heldur dómarinn að dæma tvíslag á Amelíu. Sammála því. Fullgróft, en það er ekki búið að taka tvíslagið úr hérna leiknum hérna í Evrópu held ég. Það er ekki að byrja að gera þetta held ég í Bandaríkjunum. Já, ég veit ekki, mér finnst þetta líka beauty í leiknum þetta. Þú verður á ákveðin gæði til að geta spilað. Já. Þannig að klikkaði aðeins móttakan hjá Rakel. Ásjá Katrínu. Þá er Álftanes liðið að leiða held ég fyrst skipti í leiknum. Já. 3-2. Já. Aftur. Annar ás. Já. Það er erfiðar uppgjafur hérna frá Katrínu. En hún gerir þetta nú held ég ekki þrisvar. Það er ólíklegt. Ég held að Rakel taki fullkomna móttöku núna. Pála. Kemur Lúcia. Vel varist hjá Álftanesi, hann á að redda þessu. Það er fingurslag yfir. Kemur Pála. Og það er stig. Hún slæði svo bratt, það er svo erfitt að verjast þessu. Þetta var 3,20 metra frá netinu, það var ekki mikið lengra en það sko. Nei. Ég held að það geti verið svolítið óbekendið að horfa upp á hana þegar hún er að fara að slá. Hvað boltinn muni enda sko. Einmitt. Flott ekki á Dilju þarna. Kemur Nera og í blokkinn og niður. Já.
Velslegið. Hann er ekki alveg til í að leyfa Káa hlaupa með sigurinn heim. Nei, Það veit hann smá leik. ákveðið spyrjun hjá Álftanesi núna. Meira gefur upp. Nei. Það er svo mikið. Já. Þessi átti að vera fastur. Já. Aldrei gott að slá í hausinn á uppspilaranum. Þá hérna. Og ef hann er að spila illa á þig, þá gerir maður það. Hún færði ekki boltann í næsta sókn. Já. Og þá er Lúþía komin í uppgjöf. Já. Álftanes leiðir, 5-4. Það gerir Lúþía. Fín uppgjöf þarna, en betri móttaka. Kemur Nera, hann fæk boltan aftur. Já, ótrúlegt, já. Frábær vörn á Júlíu, kemur Pála. Góð vörn þarna. Og Auður. Þær ná að bjarga þessu. Vel gert hjá Álftanesi þarna. Og þessi rétt úti. Já. Rétt úti. Það var hratt miðjuspil hjá Amelíu á Auði en bolti fór aðeins út. Við höfum ekki að reyna þetta, það er alltaf gaman þegar liðið náðu svona hröðu miðjuspili. Það er gaman þegar það virkar. Og aftur í netið. Tvær í röð þá hjá þeim. Já, þetta er dýrkeypt. Það þýðir ekki, það má ekki gera mikið af þessu á móti liði eins og Káa. Kemur Pála í uppgjöf. Og netið líka. Já, ok. Það jafnast eitthvað út. En þá leiðir Álftanes 7-5. Já. Mattildur komin í uppgjöf. Góð móttaka hérna á Júlíu, kemur. Fínt smassi Auði, það er verðast þessu. Hvað gerir Amelía? Velur Júlíu, það er lauma og þessi fer í gólfið. Virkilega vel gert þarna. Ég skil þær rosalega vel að það er býðið frekar aftarlega eftir Júlíu. Já. Því þú vilt ekki vera framalega hún slær. Nei, akkurat. Og þá er Auður komin í uppgjöf. Já, Dilja komin aftur í framlínuna. Fín uppgjöf hérna. Álftanes settar þessu slær í blokkina og út. Margrét sem að gott smass þarna, stýriði boltanum bara aftarlega á völlinn og þá var það Ísbelja sem að auðspilarinn sem er komin í uppgjöf. Og aðeins og fast og boltinn fyrir út. Já. Það þýðir ekkert að vera að klúðra uppgjöfum ef allir að vinna hreinuna. En það eru ennþá yfir og hérna á meðan að Káa er líka að klúðra þessum uppgjöfum að þá halda það fórustunni. Góð bolti hérna frá Amelíu. Kemur auðveldur yfir frá Álftanesi. Kemur Dilja á, fínt smass, en það er verjast þessu. Kemur Nera og frábær blokk frá Dilja þarna. Vel gert. Fyrst hún náði ekki að skora með smassinu þá kom bara blokkstíð í staðinn. Fyrsta stig hennar í meistaraflokk fyrir Káa. Glæsilega gert. Skila gaman að sjá svona unga leikmenn koma inn og ná sinni fyrstu stigum. Það er rosa mikilvægt að gera það fljótt. Fín uppgjöf hérna. Álftanes er að spila úr þessu. Góð vörn hjá Arnrúnu. Kemur Júlía fastur í blokkinn og niður. Laumaði á hann, slæðir fast núna. Ég ætla ekki að reyna að giska á hvað hann gerir næst, sko. Það er... Ég held að hún er búin að lauma einu sinni í dag. Ég held að hún lauma ekkert mikið meira. Akkurat. Búin með sinn skammt af því. Já, já. Áfram heldur Amelía í uppgjöf. Góð uppgjöf hérna, en fín móttaka. Það koma boltanum hérna yfir. Góð bolti, hvað gerir Amelía á Lúþíu og þessir út. Já. Aðeins og langur bolti á Amelíu. Já.
og Lúcia nær ekki að laga það. 9-9. Þetta er æsispennandi. Já. Marga tíðanboltanum hann yfir. Fín uppgjöf. Og Diljá aftur. Og kemur yfir. Og það er að spila úr þessu. Og það er Lúcia. Flottur kross þarna. Pála spilar upp. Júlía. Júlía ætlaði að slá fast, eitt hann ekki alveg. Nei. Ég held að puttun á hann hafði eftir í boltanum samt. Fór aðeins svo mikið undir hann og hann flög bara yfir út af. Já, Álftanes komið yfir aftur. Já. Virkilega vel gert í Álftanesi. Gefa ekkert eftir. Þessi bolti, já, Júlía slær. Já. Þetta var vel gert. Amelía bjargaði hann boltanum hann úr netinu. Og Júlía hamraði hann bara yfir. Ég held að enginn búist því að Júlía myndi slá hann. Nei. Það má ekki afskrifa Júlíu. Hún getur slegið flest alla bolta held ég. Þau eru hún í uppgjöf og þetta er erfiði bolta frá henni. Og Nicole kemur bara með léttan bolta yfir. Amelía finnur svo Lúciu. Þetta var vel gert. Og í dómarastólinn. Já. Fast mass. Hann náði ekki alveg að ráða við það. Já. Og þá tekur Álftanes leikli. Og staðan er 11-10 fyrir Káa. Þannig að þau svona aðeins að rétta þetta af. Virðast vera svona núna siglaði þessu svona aðeins í áttina að sigri. Akkurat. Við sjáum að Káa er búið að gera 6 mistök í þessari hrinu. 6 mistök af 6 stig af 10 sem Álftanes fær er mistök frá Káa. Akkurat. Og bara 3 stig sem að Káa fær úr mistökum Álftanes. Það eru búin að vera að spila mjög vel núna Álftanes stelpurnar, bara skynsamt. Júlía heldur áfram í uppgjöf. Og þá er það Nicole sem að kemur upp. Og góð blokk hérna hjá Diljá. Og Pála. Arnún spilar svo upp á Pálu. Hann slegi á Pálu hérna en góð vörn í Álftanesi. Þetta er með fingurslægi. Þarna Diljá aftur og Pála klárar þetta. Gert hjá Pálu hérna. Skóplar honum bara til hliðar. Já, það er að reyna að tengja svolítið þarna Amelía og Diljá. Bara endilega halda þessu áfram. Þetta kemur. Að gera, að spila á hann eins og hún getur. Fín móttaka hann í Álftanesi og kemur nera. Fastur bolti. Net á Káa liðið. Já. Álftanes heldur ennþá í við þær. Ætlar ekki að sleppa þeim. Nei. 12-11. Álftanes komið í uppgjöf. Katrín Sara með uppgjöfina. Káan er að redda þessu. Kemur Pála í blokkina. Já. Og góð blokk hérna hjá Neru, sýndist mér. Já. Fyrsta blokkstig Álftanes á í dag. Já. Katrín Sara heldur áfram með uppgjöf. Og þessi bolti er aðeins svo langur og fer út af. Þá er komið að Diljá að fara í uppgjöf og Auður kemur svo í framlínuna. (13-12) fyrir Káa. Góð móttaka hjá Álftanes sem kemur nera. Frábær blokkan hjá Auði. Stórkostleg blokk. Það var allt lokað þarna. Já. Góð blokk. Káa hefur haft svona yfir höndina þegar kemur að blokkum í þessum leik.
Þarna aftur Nera. Hún þarf að lauma laumar í netið. Það leita mikið að Neiru og hérna kannski eðlilega, hún er náttúrulega þeirra aðalskorari. Bara Káa veit það og það eru yfirleitt konar 2 á mótinni. Já. Það getur verið erfitt. Fín uppgjöf þarna, góð móttaka. Nicole og Auður verst þarna, svo er það Pála. Slær hann bara línuna. Nú verður hann ekki þarna. Þetta er nánast óverandi en mjög vel gert hjá Pálu. Það var að skipting, Þórhildur Lilja kemur inn á í staðinn fyrir Auði. Og sýnist að Álftanes að taka leikhlé líka í stöðunni 16-12 fyrir Káa. Já, Álftanes er ennþá inn í leiknum, búinn að vera að spila rosalega vel í þessari hrinu. Þannig að nú þurfa bara að reyna að halda aðeins áfram. Vonast til að Nera ná að skora nokkur stig. Hún er búinn að vera að fá mikið á boltum og slá mikið, en er ekki alveg náð að skila í stig. Nei, einmitt. En Það er þurfa að henni að halda. þar hafa allavega náð að halda lengur við Káa í þessari hrinu heldur en í fyrstu 2 hrinunum. Klálega, og saman má segja samt líka að það þurfa fleiri leikmenn að stíga upp. Það get ekki eingöngu treyst á það að Nera skora öll stigin. Nei, akkurat. Dilja heldur áfram í uppgjöf. Og uppgjöf þarna. Já, Nicole kemur boltanum yfir. Júlía. Því að þarna. Já. Svo sennilega leiðinu út, en og þessi fyrir í blokkinn og niður. Já. Þórhildur óheppinn. Já. Var alveg í þessum bolta en hann kastaðist til hliðar á blokkinni. Það var að Neira komin í uppgjöf. Fyrstu uppgjöf, vel tekið mútið Júlíu. Lúcia ítir hann bara yfir. Þá er Neira sem að, bergar þessu hérna. Amelia kemur boltanum á Pálu. Góð vörn þarna hjá Álftanesi. Aftur Pála. Já, og þarna skorar hún. Lætur ekki verið að fá sér tvisvar. Nei, akkurat, þetta var. Bæði þessi smuss voru virkilega góð en það náðu bara að verra fyrir smussið en ekki smuss númer 2. Þá gerir Káa tvöfalda breytingu. Heiðrún inn fyrir Amelíu, komið það í framlínu og Lilja Rut kemur inn fyrir Lúþíu í uppgjöf. Já. Þá er það með 3 smassara frammi. Sautján, 13, Káa er í uppgjöf. Hvað gerir Lilja Rut á uppgjöfalínunni? Fín uppgjöf á þeim, hægur Lilju. Kemur Álftanes. Káa reddar þessu. Það er svo nálægt kannski. Heiðrún er ekki að redda þessu. Já, akkurat. Ég var aðeins að líta hérna yfir leikmannalistan hjá Káa. Ég held að þessi eins og í fyrirleiknum í dag hjá Káa, þá eru allir leikmenn Káa búin að spila. Það hefur verið að nýta vel alla leikmenn. Fín móttaka hjá Rakel. Kemur Pála, setur hann í hornið. Álftanes er tilbúið. Góð vörn hjá Rakel. Kemur Pála aftur og það er verjast þessu. Kemur auðveldur bolti yfir. Já, flott þarna, vel góð tenging á milli Liljana. Já. Þórhildur, Lilja og Lilja Rut. Þetta var mjög vel gert. Og þá, í talandi um Lilju, þá fer Pála út af. Lilja Kristín kemur inn á. Lilja Kristín. Þannig að við erum aftur konar í 3 Liljur inn á vellinum. Þannig að hann fara að ræða þetta um Matti og hann getur ekki spilað um öllu í einu. Þetta er ómögulegt að muna hver er hvað. Já. Fín uppgjöf hérna á Lilju. Kristínu. Matthildur slæðir hérna á lágt. Sér út. Þarna.
Já, einmitt. 9. stig hjá KA komið og Lilja Kristning heldur áfram í uppgjöf. Góð uppgjöf aftur. Það er ás. Já, glæsilega gert. Þvílíka uppgjöfin hjá Lilju Kristínu. Þá nú bara eiginlega flestir leikmenn KA konum með stig fyrir Líberóna. Já, akkurat. Annika kemur inn á í staðinn fyrir Júlíu. Meðaldurinn ekki hár núna hjá KA-liðinu. Nei. Góð uppgjöf þarna, fín móttaka hjá Álftanesi. Og niður með blokkinni. Já. Ná blokkin aðeins frá netinu og boltinn á að koma svolítið á milli. Margrét búinn að koma sterk inn í þessari hrinu, komið með 2 stig í hrinu. Já. Það var Matthildur sem gefur upp. Og vilja spila svo upp hérna á Anniku. Hvít bolti. Og nú heiðir hún aðeins og aftarlega hérna, en hún leysir vel úr þessu. Þetta var vel gert. Virkilega vel gert hjá Heiðrúnu þarna. Það var bara að finna svæðin á vellinum þar sem enginn og fáum við stig. Akkurat. Og þá bara Lilja Rut eftir að skora og þá allir búin að skora í KA nema Líberóarnir. Já. Spurning hvort þeir fáum ekki einu laumi frá hann eftir eða eitthvað. Það væri mjög viðandi. Fín vörnum hjá Lilju. Annika spilar upp. Vel gert þarna. Fín vörn hjá Anniku og kemur Annika og setur hann í hornið og rétt út í þessi. Svo langur. Já, góð tilraun samt. Ætlar hann að ýta honum í hornið. Góð hugsun. Já, verst að Lilja Rut í afturlínu en svo sem að leta laum úr afturlínu líka. Við komum fram í næstu stöðu. Já. Það var að rætta þessu. Það veitir sem við andinuna. Það gengur ekki alveg nú að vel að sækja núna hjá KA, en þá Reisbelja í uppgjöf, fín móttaka og aftur Heiðrún. Skjár hérna í netið. Aðeins og bratt hjá Heiðrúnu. Já. Þetta eru 19. mistökin sem að KA gerir. Skilar stigið til Álftanes. Það er dýrt. Já. En það er líka dýrt að klúra uppgjöfum. Það er það. Það er líka stefrillið. Heiðrún góð í uppgjöf. Fín uppgjöf þarna, kemur nera. Lilja spilur upp á Anniku sem er blokkuð. Já. Gott blokkstig þarna hjá Margréti nr. 12. Hún allavega fagnaði hæst og fær hérna 5 frá þjálfarunum, þannig að það lítur alveg að vera blokkstig. Fyndist að vera Margrét sem að blokka hann. Hún kom með 3 stig í hrinu þá. Fín móttaka á Lilju. Heiðrún aftur og blokkina. Og aftur Heiðrún, erfiðu bolti hérna, hún ræddar þessu. Þá það Neira og Lilja bjargar þessu. Rakel kemur boltanum yfir. Og aftur léttur bolti. Þarna smá misskilningur hérna hjá KA, en já, þar eru að sækja svolítið á hérna Álftanes 20-22. Nera kom með 6 stig í leiknum. Já, Margrét heldur áfram í uppgjöf.
og hún skorar Ás. Þetta svona farið að vera smá vandræði hjá KA en þá gerir Matteo skiptingu og Júlía kemur inn á í staðinn fyrir Anniku. Og hérna bæta aðeins móttökuna hérna. Sjáum hvað Margrét gerir núna. Rakel tekur á móti og Heiðrún spilar hérna upp á Júlíu. Og þetta endar í gólfinu, sýnist mér, já. Jæja. Meira eins og þegar Júlía gefur lausan bolta yfir og það er líka stig. Þannig að það er erfitt að stoppa hana. Og hún fer þá í uppgjöf. Ég held að planið sé ábygglega bara að reyna að klára þetta núna meðan hún er í uppgjöf. Og fín móttaka. Og Neira. Júlía verst. Og það er enginn til að taka þennan bolta. Já, þetta er nú farið að vera ansi lítill munur sem KA er með hérna, það er bara 1 stig. Og Katrín Sara í uppgjöf sem var með erfiðar uppgjöfur áðan. Þessi bjargast og Júlía kemur honum yfir. Þá er hann Neira aftur. Og hérna slæm mistök þarna hjá Lilju Kristínu. En þá tekur KA leikhlé, aðeins að fara yfir málin. Róa leikmennina aðeins niður. Já, ánægður með Matteo samt, hann ætlar að treysta liðinu bara til að klára þetta. Það hefur verið rosa auðvelt að gera bara breytingan allt tilbaka. Já, og miklu fyrr en að gera að þeir eru búin að vinna 2 hreinar og leyfa þessum ungu leikmönnum að prófa að finna smá pressu. Reynda því að ég fyrir að hugsa út í það, þá er hann sennilega búinn með sínar skiptingar. Hefur náttúrulega bara 6 skiptingar og hann er sennilega búinn með þær. Já. Það er allavega jú, það getur bara passað. Þannig að þetta er staðan. Og Katrín Sara heldur áfram í uppgjöf. Spurning hvort hún 23-23. Já. Næs er spennandi. Góð móttaka á Júlíu þarna. Ó já, vel gert hjá Liljur Kristínu þarna, mjög skynsamt. Já. Þetta fyrir beint í reynslubunkana að hafa aðeins klúrað á hann og koma svo bara og skora stig strax á eftir. Klárlega. Það fer Diljá í uppgjöf. Þetta er ekki þægileg staða til að vera uppgjöf í. Nei, en hún kemur hún yfir. Góð uppgjöf hjá henni bara. Hún er af blokkinni og það ná ekki að berga þessu KA. Þannig að þá er staðan jöfn 24-24 og við förum þá í upphækkun. Neira kom með 8 stig, 5 stig þessar hrinnu. Já, hún er búin að spila mjög vel í þessar hrinnu. Hún er komin í uppgjöf. Arnrún tekur á móti. Þá er það Lilja Kristín aftur, kemur bara með léttan yfir. Og það verður Nicole og blokk. Já, Lilja Rut með stigið. Auðvitað. Það var þetta komið, alla konum með stig. Já, þetta var virkilega vel gert hjá henni. Uppspilarar þurfa ekki að lauma til þess að skora, þeir bara blokka. Bara blokka, Já. miklu betra. Og Lilja Rut fer þá uppgjöfina. Þessi bolti er langur en það takk hann engan síður. Og Neira á afturlínunni og Þessi úti. Og þá er það komið. KA vinnur þriðju hrinuna 26-24. Þrátt fyrir mikla baráttu hjá Álftanesi. Þá kláraði þær þetta 3-0 og á ungu leikmönnunum hann í lokin. Á ungu leikmönnunum í lokin. Mjög vel gert hjá þeim. Já, þetta var skemmtilegur leikur og hérna ég veit ekki alveg hvenær við sjáum
leikskýrslu þar sem allir leikmennir hafa skorað stig. Nei, við erum að fara að æfa líberóan í að skora stig líka. Við erum á þeim inn. Já, maður telur það ekki einu sinni með, sko. Þeir eru allar kallaða leikmenn, sko. Það er bara... Við förum yfir stigin. Stigu hæstu leikmenn Paula del Olmo Gómez með 11 stig. Julia kemur þar eftir með 10. Lucia með 6 og aðrar minna. Og við förum yfir í gestaliðið Nera sem fór fyrir liðinu í þriðju enda með 8 stig. Katrín Sara kemur þar eftir með 6 og Margrét með 5 stig. Ég held hún hafi verið með 4 af þeim í þriðju líka. Já. Þannig það er bara virkilega vel gert hjá þeim og verður gaman að sjá. Þeir hafa búin að slípa sér saman aðeins aftanlega sniðið og spiluðu vel í dag á mörgum augnablikum leiksins. Sérstaklega voru að verja bara eins og hefðu eftir að bjarga lífi sinu. Akkurat. Það var mjög gaman að fylgjast með því. Já. Og þeir bara að ná inn stigunum líka. Algjörlega. Og líka leið og það fór að fakka mistökunum og þá fór það ganga betur og flott síðasta hringun hjá þeim. Akkurat. En Káa vinnur 3-0. Samt gerir Káa 26 mistök í leiknum og rukkjuðu með opnum leik. Það eru meira en hreina sem verður að gefa Álftanesi. Akkurat, það kannski dugur ekki á móti öðrum liðum í öðrum leikjum í deildinni. Nei, Álftanes gerir 22 mistök. Já. 7 af þeim úr uppgjöf. Það er líka mjög dýrt. En ég held að við förum bara að segja þetta gott hérna úr Káa heimilinu í dag. Mikið af góðum stigum, 6 stig í blækinu og bikar hjá fótboltanum. Þetta er frábær dagur til að vera Káa-maður. Algjörlega. En ég held að segjum þetta gott bara. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.